Kæru gestir, verið velkomin í Eldborg á afhendingu viðurkenninga til framúrskarandi fyrirtækja 2018. Alla tíð hafa viðskipti snúist fyrst og fremst eina grundvallarspurningu. Hún undirstaða þeirra ákvarðana okkar sem lúta að áætlunum, áhættu, kaupum og kjörum. Þetta spurningin traust. Framúrskarandi fyrirtæki hafa staðið strangar kröfur Creditinfo og sýnt fram á það með óyggjandi hætti að þeim betur treystandi en flestum öðrum. Til hamingju með sterka stöðu, framúrskarandi fyrirtæki 2018. Kæru framúrskarandi fyrirtæki, til hamingju. Til hamingju með að vera í hópi best reknu fyrirtækja á Íslandi í dag. Þið burðarásarnir í íslensku atvinnulífi og fyrirmynd annarra. Þessi dagur og aðdragandi hans alltaf jafn skemmtilegu tími hjá Creditinfo. Ég held að allir starfsmenn fyrirtækisins séu staddir hérna í dag í sparifötunum til þess að fagna ykkur. En við gerum þetta ekki allt ein. Við höfum átt frábært samstarf Morgunblaðið í ár eins og í fyrra. Sérblað ykkur mun liggja hérna frammi að lokinni dagskrá og ég vonast að sjálfsögðu til þess að þið munu staldra við og þiggja veitingar hérna að viðburði loknum. Blaðinu verður svo dreift í öll hús á höfuðborgarsvæðinu á morgun og til áskrifanda á landsbyggðinni. MBL birti líka nýjan vef í dag á mbl.is sem tileinkaður framúrskarandi fyrirtækjum. Þessari athöfn svo sjálfsögðu streymt þar. Við munum líka á eftir veita viðurkenningu fyrir framúrskarandi nýsköpun sem veitt í samráði við Icelandic Startups og framúrskarandi samfélagslega ábyrgð sem veitt í samstarfi við Festu. Og ég vil nota tækifærið og þakka þeim fyrir samstarfið. Þegar ég tók við starfi framkvæmdastjóra Creditinfo árið 2015, þá setti eigandinn aðeins eitt skilyrði fyrir því að veita mér starfið. Og þetta sönn saga. Við skrifum alltaf með eigin hendi undir framúrskarandi viðurkenningarnar, sagði hann. Fyrirtækin sem á listanum eiga virðingu skilið og við erum ekki að fara að prenta undirskriftina. Fram að þeim tíma þá hafði hann skrifað undir allt og þá voru það bil 350 fyrirtæki á listanum. Við gerum líka enska útgáfu, þannig að þetta voru 700 fyrirtæki sem hann var að skrifa undir. En í dag eru 857 fyrirtæki á listanum og ég skrifaði því undir 1714 viðurkenningar þar síðustu helgi. Já, takk fyrir. En þetta 4 tíma vinna og ég fæ mér að sjálfsögðu rauðvínsglas og kveikja á kertum, þetta heilustund. En ég nota þann tíma til þess að ákveða hvað mig langar til þess að tala hérna í dag. Og í ár fór ég að velta því fyrir mér af hverju fjöldi fyrirtækja svona það bil að standa í stað þegar þeim hefur verið að fjölga það bil 150 að meðaltali á milli ára í þau 8 skipti sem við höfum birt listan hingað til. Þegar allar tölur skoðar það nefnilega ekkert eitt stórt sem öðruvísi heldur en önnur ár. Og þegar við gerðum þennan lista í fyrsta skipti árið 2010, að þá voru 178 fyrirtæki á listanum. Það eru alltaf 3 rekstrarár til grundvallar, þannig að þau ár sem lágu þar að baki voru í rauninni hrunárin 3, 2007 til 2009. Eða þarna eitt mjög gott reyndar. En stígandinn sem hefur verið á listanum síðan til marks viðsnúning og vöxt íslensks atvinnulífs síðan þá. En hvað þá að gerast núna? Það augljóslega að hægjast á vextinum og sem svo sem eðlilegt og þarf ekki að vera slæmt, enda mikil þensla ekki góð til lengdar. En stærri spurning kannski hvort það sé að koma kreppa. Eða eins og Logi Bergmann spurði mig í gær í viðtali á K100, allt að fara til andskotans. Ég nú kannski ekki endilega með svari við því, en tel þó að svari við spurningu Loga sé klárt nei. En erum við að fara að sjá einhverja kólnun í hagkerfinu og niðursveiflu? Kannski. Hér í dag yfir 1000 fulltrúar best reknu fyrirtækja á Íslandi í dag
og það sem ég ákvað þegar ég var að skrifa undir alla viðurkenningarnar og var að mér langaði að ræða við ykkur hvort það þurfi að koma kreppa. Því ég held að við sem erum hérna inni getum bara haft svolítið áhrif á það. Og málið auðvitað að þetta kemur okkur öllum við. Því ef okkur sem samfélagi gengur vel, þá vinna allir og að sama skapi þá töpum við öll ef samfélaginu gengur illa. Og þá spyr maður sig, hvað getum við gert? Þetta ekki bara óumflýjanleg hringrás lífsins? What goes up must come down? Eða hvað? En svarið við því hlýtur samt eiginlega að vera nei ef maður pælir í því. Því við erum ekki lauf í vindi sem fljótum sofandi að feigða rósi. Við getum haft áhrif á þetta. Og vissulega getum við ekki haft endalausa þenslu hérna, en þegar ákveðnu jafnvægi er náð, getum við ekki bara verið þar og jafnvel tekið góða vaxtakippi inn á milli. En til þess að það gerist, þá þarf samstarf. Það þarf samstarf atvinnulífsins, stjórnmálana og svo spilar þetta allt sem að gerast í heiminum í kringum okkur stórt hlutverk. Því Ísland verður að vera samkeppnisvært. En allt byrjar þetta hjá okkur sjálfum sem einstaklingum. Og við erum öll einstaklingar, alveg sama hvaða starfi við gegnum. Stjórnmálin og atvinnulífin auðvitað bara samsafn af einstaklingum. Og Hillary Clinton sagði einu sinni að það ætti aldrei að láta góða kreppu fara til spillis. Vegna þess að það svo mikið sem við getum lært af þeim. Og auðvitað lærðum við af mistökunum okkar síðast og við stöndum miklu sterkari á eftir. En við skulum búa þannig hlutina að það verði ekki bara einhver önnur mistök okkur að falli næst. Pössum okkur að vera vel undirbúin undir áföll sama hvaðan þau koma. Núna tíminn. Og það sem við þurfum fyrst og fremst að gera að sýna ábyrgð. Við þurfum að fjárfesta í innviðum þegar gengur vel svo við getum staðið af okkur álag. Við þurfum líka að stunda skynsamlega áhættustýringu og við þurfum að axla ábyrgð á umhverfinu, á samfélaginu og á hvert öðru. Við þurfum að vera mannleg. En við þurfum líka að fjárfesta í framförum og vexti. Og hér allt til alls. Ef við pælum í því, þá erum við ekki nema 350.000 og það svo miklu auðveldara að stýra þannig samfélagi heldur en milljónasamfélögum. Og við höfum tækifæri ef við stöndum rétt að hlutunum til þess að skara fram úr á svo mörgum sviðum. Menntun, umhverfismálum, nýsköpun, heilbrigði, hamingju og í því að hlúa að þeim sem minna mega sín. En til þess að það megi gerast þá verðum við að hugsa fram í tímann. Við þurfum að hafa langtíma stefnu og við þurfum öll að vinna saman að settu marki. Því ef við stöndum saman, treystum hvert öðru og öxlum ábyrgð, þá vil ég allavega trúa því að hér verði engin kreppa. Heldur blómlegt samfélag sem fyrirmynd annarra þjóða í heilsu og hamingju íbúanna. Og samfélagi þar sem við hittust á hverju ári til þess að fagna traustum og góðum rekstri. Þannig að mér langar til þess að hvetja okkur öll sem erum hér inni þegar við förum heim til þess að hugsa hvað get ég gert og gera svo það. En á hverju ári þá bjóðum við fulltrúa framúrskarandi fyrirtækja að koma hér á svið og halda stutta tölu. Við gefum viðkomandi yfirleitt frjálsar hendur með efnistök svo ég veit ekkert hvað næsti ræðumaður að fara að segja. Eina skilyrði frá okkur að þetta sé skemmtilegt. Engin pressa. En í ár bjóðum við fulltrúa fyrirtæki sem nýtt á listanum velkomin. Þetta Ragnar Gunnarsson, framkvæmdastjóri auglýsingastofunnar Brandenburg. Gjörðu svo vel.
Þetta var sem sagt okkar skemmtiatriði. Mér langaði til þess að því að Jói í hamborgarfabrikunni var hér síðast, að þá var hann með svona ákveðið pepp lag og þess vegna langaði mig til þess að koma inn með smá trukki líka og í leiðinni sýna ykkur svona það sem við höfum verið að gera. En auglýsingarstofur eru svona yfirleitt metnar af verkum sínum. Já, kæru kollegar, ráðherra og Creditinfo. Það er mikill heiður að fá að ávarpa þennan flotta hóp og ég vil byrja á því að óska öllum til hamingju með að vera í hópi framúrskarandi fyrirtæki ársins 2018. Sjálfur hefði ég ekki trúað í að mitt fyrirtæki væri þessum hópi eftir tæp 6 ári rekstri en við erum ákaflega stolt af því að tilheyra þessum 2% íslenskra fyrirtækja sem tilheyra þessum hópi. Nú, ég ætla að segja ykkur aðeins frá Brandenburg sem er stofnað árið 2012. Við byrjum 4 félagar í kjallara með enga glugga 2. janúar og svona eftir á að hyggja þá var það nú kannski ekki góð dagsetning vegna þess að við höfðum verið í smá teiti deginum áður og vorum allir frekar litlir í okkur og það var svo sem ekkert á það bætandi að hefja fyrsta vinnudaginn í gluggalausum kjallara. En áfram fórum við og á stað og þetta eru félagar mínir sem stofnuðu stofuna með mér, sem sagt Bragi Valdimar Skúlason, Hrafn Gunnarsson og Jón Ari Helgason og við stofnuðum sem sagt Brandenburg. Tók smá tíma að finna nafni en það hafðist að lokum. Nú í dag erum við 33 starfsmenn. Við erum með viðskiptafræðinga, við erum með hönnuði, íslensku fólk, við erum með birtingasérfræðinga, samfélagsmiðlasérfræðinga og forritara. Fjölbreyttan hóp sérfræðinga, enda eru auglýsingastofur ekkert annað en þekkingafyrirtæki sem að byggja afkomu sína eingöngu á hugviti. Nú okkur hefur gengið vel og fengið slatta af viðurkenningum. Maður verður að nota tækifærið og reyna að monta sig. Við hefum fengið 19 lúðra sem að þykir voðalega fínt í auglýsingabransanum og meira en 80 tilnefningar. Við höfum verið með flesta tilnefningar 4 ár í röð. En stoltust erum við þó að því að hafa verið valin auglýsingastofa ársins af íslensku markaðsfólki 2016 og 2017, 2 síðustu ár. Nú hefur við rekið þetta fyrirtæki í bráðum 6 ár og mér langaði til þess að deila með ykkur nokkrum atriðum sem við höfum lært á þessari vegferð. Við köllum þetta reglurnar, en þetta er nú kannski meira svona atriði sem við höfum lært og hafa verið að virka fyrir okkur og vonandi kemur þetta einhverjum að gagni, allavega verður þá kannski svolítið gaman að því. Fyrsta atriði er að láta vaða og það er meira en að segja að hætta í því starfi sem maður er í og kasta sér út í óöryggið. Og hvað þá að samfara vini sína að vera með í vitleysunni og sem voru allir með fjölskyldur á sínum framfæri og samfara þá að gera slíkt hið sama. En við sjáum ekki eftir því í dag, þetta er búið að vera mjög gaman og lærdómsríkt og með þokkalegum undirbúningi, skynsemi, góðu teymi og dass af bjartsýni að þá er allt hægt. Svo er ágætt að hafa góða kaffivél líka. Vandaðu valið. Þetta skiptir miklu máli og það er held ég einmitt grunnurinn að okkar velgengni í þessu fyrirtæki að það er mikilvægt að velja sér rétta partnera og sem að geta allir komið með eitthvað á borðinu. Viðskiptamenntun, hönnun, hugmyndaauðgi, íslensku kunnáttu og við erum mjög ólíkir. Oft tekið stressilega á en við höfum náð að vinna mjög vel saman og leysa úr okkar öllum málum. Og sama gildir með starfsfólkið. Auglýsingastofa er ekkert nema starfsfólk og við höfum verið mjög heppnir með starfsfólk og ég er ákaflega stoltur af okkar starfsfólki og náttúrulega ástæðan fyrir því að við erum hér í dag. Svo er það agi. Það kemur kannski mörgum á óvart að
við tölum með maga því að mörgum finnst vinna á auglýsingastofu mjög kaotísk en auglýsingastofur eru gríðarlega afkastamikil fyrirtæki og það er ótrúlegt magn verkefna sem að rúlla þar í gegn á hverjum degi og allt þarf að leysast í dag. Við erum rosalega drifin áfram af deadlineum sem það sletti nú. Og þá skiptir ægin í rekstrinum miklu máli. Það skiptir máli að skrá alla tíma, halda vel utan um verkin og gera þau upp, koma reikningum út á réttum tíma, fylgjast vel með að sé verið að greiða. Og það er ekkert alltaf auðvelt sérstaklega með tímaskráningana þegar maður er með alla þessa listamenn í vinnu. Þeir hafa oft nóg annað að hugsa heldur en að skrá tímana sína. En allt gengur þetta og þetta gengur að lokum, hefst að lokum. Og við höfum alltaf lagt áherslu á að stækka skynsamlega, eiga fyrir öllu sem við þurfum að kaupa og við höfum aldrei tekið lán til dæmis. Við tókum líka snemma ákvörðun að við ætluðum ekki að verða stærst heldur best. Og við viljum heldur þjónusta þá sem eru hjá okkur vel heldur en að vera sífellt að sækja nýja kúnna. Og það hefur þýtt að við höfum oft þurft að segja nei við þá sem hafa viljað koma en í endanum að þá hefur það borgað sig. Það verður engin heimsmeistari milli 9 og 5. Þetta er nú kvót sem ég heyrði hérna frá Magga Skeving, íþróttálfi, og hef alltaf haldið svolítið upp á þetta kvót vegna þess að ég veit að það er kannski ekki vinsælt að segja það í dag en það sem er mikið rætt kulnun í starfi, það er aukið álag allstaðar og nóg að gera. En að stofna fyrirtæki er þrotlaus vinna og sólarhringurinn dugir ekki til. Og ef maður ætlar sér að ná langt, þá þarf auka æfingar. Það er bara þannig. Leynisósan, the secret sauce, hvað er okkar leynisósa? Við fáum oft þessa spurningu, hvað er það sem gerir Brandenburg af því sem við erum í dag? Vegna þess að við vorum í rauninni ekkert að búa til neitt nýtt þannig. Það var fullt af auglýsingastofum til og margar góðar fyrir. En svarið er einfalt, hugmyndir. Við trúum því að góðar hugmyndir og hugmyndavinna skiptir öllu máli. Og auðvitað segja þetta allar stofur, en ég myndi segja að þetta væri svona DNA-ið í okkar rekstri og við hamra mjög mikið á þessu, bæði erum við sífellt að minna sjálf okkur á það og okkar starfsfólk að þetta er það sem við höfum að selja út á við og þetta er það sem skilur okkur að. Og það þarf að berjast fyrir hugmyndum vegna þess að það er fullt af fólki sem er alltaf tilbúið að finna eitthvað að hugmyndinni og reyna að breyta þeim en það skiptir miklu máli að berjast fyrir þeim. Og það besta er að þær eru óþrjótandi auðlind. Og það er búið að spá auglýsingastofum dauða alveg frá því ég byrjaði í bransanum en við trúum því að það verði alltaf eftirspurn eftir góðum hugmyndum. Af því að það eru miklar breytingar í gangi, miðlar eru að breytast, nú eru það samfélagsmiðlar, það eru áhrifavaldar, það er svona nýjasta platan sem við verðum að spila og þá eru hlutirnir oft lagðir upp þannig að það sé að koma í staðinn fyrir auglýsingastofur en við lítum á þetta sem bara enn einn miðlinn sem við getum nýtt okkur. Og, síminn. En við ákváðum líka snemma að gefa aldrei hugmyndavinnuna og við höfum aldrei pizzað eins og það er kallað ókeypis. Og það var oft erfitt í byrjun þegar við vorum litlir, þegar stórfyrirtæki komu og báðu okkur að koma með hugmyndir á þess að greiða fyrir þær, en við höfum aldrei tekið þátt í slíku. Og það hefur margborgað sig. Nú, síðan er það tímasetning. Tímasetning skiptir öllu máli. Góð auglýsing er ekki bara hugmyndin, heldur er það tímasetningin sem skiptir líka máli. Og að koma auga á tækifæri og nýta það. Það eru mjög margir sem fá góðar hugmyndir, en það er líka mjög margir sem segja, þetta er svo mikið vesen, þá þarf að hringja í þennan, það þarf að gera þetta og gera hitt. Og á endanum er ekki framkvæmda neinar hugmyndir.
Ef maður fær hugmynd og nýtir tækifærið, þá geta líka orðið til skemmtilegar auglýsingar. Og það ætlaði ég að svona enda á að sýna ykkur nokkuð dæmi það sem við höfum verið að vinna að. Þessi hugmynd sem ég ætlaði að sýna ykkur hér, hún á rætur sína að rekja í sjónvarpsviðtal þegar Sindri Sindrason tók mjög umdeilt viðtal við formann félags líkamsvirðingu eða samtaka líkamsvirðingu. Og í kjölfarið setti Hildur Liljendal hérna fram þennan status. Það sem hún segir hérna, jaðarsetningin á Sindra Sindrasyni ætlar ekki að stoppa. Allar fiðlurnar og öll kertin fyrir hann. Mér er skapið næst að kveiki hárin á mér fyrir aumingja kúa að hvíta ófatlaða epalhomman með alla sjónvarpsþættina. Og þarna er fyrirtæki dregið inn í ykkur umræðu sem að það hefur í raun ekkert með að gera. Og okkur fannst að Epal yrði að svara þessu. Þannig að við hringdum í Kjartanafélag og ákvaðum að selja þeim, sögðust vera með hugmynd, og hann tók sénsinn með okkur og það var hringt í ljósmyndara og daginn eftir að þá birtist auglýsing í Dagblaðinu þar sem við fengum þennan fríða hóp til þess að mæta í verslunina og mynda sig. Og það þurfti ekki að standa neitt með þessu, það þurfti engan texta. Myndin talar fyrir sig sjálf, sem að góð hugmynd gerir. Og það sem var að besta við þetta, og við kannski áttuðum okkur á því eftir á, að þetta er alveg jafn mikið samfélagsmiðla auglýsing eins og bara hefðbundin prentauglýsing. Vegna þess að ritstjóri blaðsins birti svona efnisyfirlit á Facebook kvöldið áður og það varð allt vitlaust á netinu. Þessi auglýsing fór í mikla dreifingu og fyrst urðum við pínu fúlir, ég skal viðurkenna það. Við vorum búin að sjá fyrir okkur fólk svelgja svolítið á kaffibollanum með blaðið morguninn en þetta varð bara þeim mun stærra og vakti ótrúlega mikla athygli. Annað dæmi sem ég ætla að sýna ykkur er svona eitthvað sem kannski, ég sé að það er einhverjir stjórnmálamenn hérna inni sem að geta kannski lært eitthvað af þessu. En við unnum auglýsingu með Dunkin Donuts, þar sem að þeir buðu fram kleinurhringi með merkjum flokkana og ákvaða að gera könnun á því hvaða kleinurhringum myndi seljast best til þess að sjá hvort að hægt var að spá fyrir úrslit kosninga. Nú það úrslit allhringiskosninga Dunkin Donuts lítur svona út og það sem var kannski það skemmtilegasta við þetta var að þeir reyndu sannspárri heldur en Gallup. Þannig að láta ykkur ekki koma á óvart ef þau þurfa að standa fyrir aftan langa röð af stjórnmálumönnum á Dunkin Donuts svona rétt fyrir kosningar. En þetta voru svona þau ráð eða þau atriði sem hafa reynst okkur vel í okkar rekstri. Ég vona að þið hafið haft eitthvað gagn af því og jafnvel gaman. En aftur þá vil ég óska ykkur öllum til hamingju með að tilheyra þessum flotta hópi framúrskarandi fyrirtækja og þakka fyrir mig. Takk. Mér fannst þetta nú bara mjög skemmtilegt. Takk Ragnar. Á hverju ári þá veitum við nokkrum fyrirtækjum sérstaka viðurkenningar af listanum. Í ár verða veittar sömu viðurkenningar og í fyrra. Það er fyrir framúrskarandi nýsköpun og framúrskarandi samfélagslega ábyrgð. Þessar viðurkenningar eru veittar í samráði við Festu og Icelandic Startups, eins og ég nefndi áðan. Fjármálaráðherra hefur alltaf heiðrað okkur með nærveru sinni og hjálpað okkur og aðstoðað okkur við að veita þessar viðurkenningar. Hann forfallaðist með skömmum fyrirvara en í staðinn hljóp í skarðið ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Takk fyrir að koma og gjörðu svo vel.
Komið sæl öll sömul. Það er rétt hjá Brynju, ég ekki Bjarni Benediktsson og fékk símtal áðan frá Svanhildi Hólm sem spurði hvort ég geti hlaupið í skarðið og sem fyrrum aðstofamaður þá veit ég hvernig það getur verið að vinna fyrir upptekin ráðherra, þannig að ég að sjálfsögðu sagði já, fyrir undan það að mér finnst ráðherra svona atvinnumála og nýsköpunar og líka alveg geta með mjög góðu móti afhent þessi verðlaun. Mig langar fyrst að hrósa Creditinfo fyrir þetta framtak. Þetta skiptir ótrúlega miklu máli fyrir atvinnulífi, fyrir fyrirtæki. Þetta svona, það er gæðastimpill og heilbrigðisvottorð að komast á þennan lista og það er nú einn í fjölskyldu minni sem rekur fyrirtæki sem oft á þessum lista og það er eiginlega árlega þar sem við fáum svona áfrasendan póst frá Creditinfo þar sem hann ótrúlega stoltur og montinn af því að vera á listanum og eins og ég segi þetta auðvitað svona mikill gæðastimpill á það sem þið fyrirtækin hér eru að gera. Þannig að mér langar nú líka þá að óska þeim fyrirtækjum til hamingju með það að uppfylla þessi skilyrði til að vera fyrirmynda fyrirtæki og það eru auðvitað þannig og ég var ekki beðin að vera með skemmtiatriði eins og Ragnar þannig að ég ætla að leyfa mér að halda smá tölu sem er kannski ekki alveg skemmtilegar og þessar glærur sem voru uppi en það eru auðvitað þannig að til þess að halda uppi þessum lífsgæðum sem við búum við hér að þá er heilbrigt og sterkt atvinnulíf auðvitað lykilforsenda og það er ekki hægt að halda uppi öflugu samfélagi með sterku svona velferðarkerfi og verðmætasköpun án heilbrigðs atvinnulífs. En betur má duga skal og þetta snýst auðvitað líka miklu leyti framleiðni og þess vegna langaði mig að ég vona að framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sé ekki hérna því hann heyrði hennar brandar í gær en ég ætla samt að segja hann aftur og afsaka það að ég fékk svo stuttan fyrirvara vegna þess að við vitum að framleiðni almennt skiptir okkur máli og við höfum nú aldeilis rætt hana á undanförnum árum og við stöndum okkur nú ekki alveg nógu vel og þurfum að gera betur. En Hagstofan er búin að græja það og snar auka framleiðni allra þjóðarinnar með einu pennastriki sem var nokkuð laglega gert hjá þeim og það er þá spurning hvort að Hagstofan geti mælt eitthvað fleira sem að mætti bæta og mér datt í hug að veðrið geti verið svona næsta mál á dagskrá hjá þeim. Mér fannst áhugavert að hlusta á ræðuna áðan þar sem að Brynja kom inn á að þegar öll á botninn hvolft þá snýst þetta nú aðalega heilsu og hamingju og svo það er auðvitað svona í stóru myndinni og menn geta síðan deilt hvernig við náum því en í grunninn held ég að það sameini þá sem stofna fyrirtæki og vilja reka gott fyrirtæki og ráða til sín öflugt starfsfólk og þá sem starfa í stjórnmálum og vilja bæta samfélagið sem þeir búi og hafa svo mikla trú á að það er einmitt það að þegar öll á botninn hvolft þá snýst þetta heilsu og hamingju og hvernig við einhvern veginn sem flest sem búum í þessu landi fáum það og getum notið okkar sem best. Eitt af því sem ég held að ef maður myndi svona nota eina setningu sem ætti að í mínum huga allavega lýsa nýsköpun og af hverju hún er mikilvæg að þá er það einmitt það að hún er líklega öflugasta tæki sem við höfum til þess að auka lífsgæði fólks. Og það er svona það sem að ég sem nýsköpunarráðherra reyna að leggja áherslu á hvernig vegna þess að nú er ég sjálf ekki að reka fyrirtæki heldur erum við að vinna því að reyna að hafa þann umhverfi að þau geti blómstrað og orðið sterkari og ég lít á það að mikilvægi nýsköpunar sé einmitt til þess hvernig getum við búið til betra samfélag. Við erum að vinna þessari nýsköpunarstefnu sem ég bind mikla vonu við og við fengum ótrúlega öflugt og gott fólk með okkur í það að vinna hana og það mun kalla á alls konar ákvarðanir þegar sú stefna er tilbúin og ýmsar breytingar sem að verða örugglega einhverjar umdeildar en það er líka partur af því. Við á undanförnum árum höfum hækkað endurgreiðslu hlutfall þegar fyrirtæki eru í rannsókn og þróun úr 100 milljónum króna í 300 og nú liggur fyrir þinginu frumvarp þar sem þakið er hækkað úr 300 milljónum í 600 og þetta skiptir miklu máli, öll fyrirtæki geta nýtt sér þetta
og þetta er þannig að þegar þakið er hækkað þá er það frekar stærri fyrirtækin sem komast upp í það þak. En það er vegna þess að við viljum þennan fjölbreytileika og við erum þar með líka að segja hvar viljum við vera sterk. Vegna þess að öll lönd eru auðvitað að berjast svona sterkustu fyrirtækin, bestu hugmyndirnar og öflugasta fólkið. Aðeins varðandi samfélagsábyrgðina og ég hlakka til að fá að afhenda þessi verðlaun á eftir, að þá er það auðvitað þannig að þau fyrirtæki sem átta sig á mikilvægi hennar, að þau auðvitað þar með auka samkeppnishæfni sína. Og það að huga vel að samfélagsábyrgð, það auðvitað stuðlar líka því að heilbrigðara atvinnulífi. Ég bara þakka fyrir að fá að koma hingað, halda stöðu tölu, óska ykkur innilega til hamingju með árangurinn, með ykkur ganga sem allra best og þakka kærlega fyrir mig. Já, þetta nú auðvitað alveg rétt hjá Þórdísi Kolbrún að auðvitað á ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra ekkert síður erindi hér heldur fjármálaráðherra. Og spurning hvort að Þórdís Kolbrún sé jafnvel bara búin að stimpla sig rækilega inn hérna í dag. Sjáum til með það. En þá langar mig að bjóða fulltrúa dómnefnda á svið hér til þess að veita þessi verðlaun og kynna þau. Þetta er Fanny Karlsdóttir sem formaður dómnefndar og mun veita verðlaun fyrir framúrskarandi samfélagslega ábyrgð. Hún er verkefnastjóri heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna hjá forsætisráðuneytinu. Svo er það Hjálmar Gíslason sem veitir verðlaun fyrir framúrskarandi nýsköpun. Hann er ekki orðið raðfrumkvöðull eitthvað til. En hann er í dag stofnandi og framkvæmdastjóri Grid EHF. Gjörðu þið svo vel. Komið sæl öll sömul. Ég ætla að lesa upp hér úrskurð dómnefndar fyrir hvatningarverðlaunin framúrskarandi samfélagsábyrgð 2018. Fyrirtækið sem hlýtur viðurkenningu ár fyrir framúrskarandi ábyrgð gagnvart umhverfi og samfélagi haga rekstri sínum þannig að samfélagsábyrgð og sjálfbærni eru ekki sjálfstæðir eða óháðir hlutar af starfseminni, heldur samofnir rekstrinum og stefnu fyrirtækisins í heild. Samfélagsábyrgð er hluti af skilgreindu hlutverki félagsins og sett fram þannig að hlutverkið sé að koma fram með lausnir sem stuðla að framförum og efla samfélagið. Samfélagsábyrgð er því orðin hluti að viðskiptamódeli fyrirtækisins, þar sem lögð er áhersla á vistvæna nálgun í verkefnum. Telja má fyrirtækið til brautryðjanda á Íslandi á sviði vistferilsgreininga og útreikninga á vistspori og kolefnisspori fyrir vörur og þjónustu. Ávallt er tekið tillit til umhverfis- og öryggismála og annarra samfélagslegra sjónarmiða í verkefnum fyrirtækisins. Jafnframt hafa verið tekin skref til að hraða breytingum í átt að aukinni sjálfbærni í rekstri og þjónustu fyrirtækisins, þar sem stuðst er við fjölþjóðleg viðmið, stjórnunarstaðla og alþjóðlega sáttmála. Fyrirtækið sýnir mikinn metnað og markviss vinnubrögð þegar kemur að umhverfismálum. Fyrirtækið hefur sett sér skammtímamarkmið til 2020 og langtímamarkmið til 2030 að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtækið styðst við grænt bókhald og fylgist þannig markvisst með árangri og áskorunum. Þrátt fyrir aukna óbeina losun gróðurhúsalofttegunda á milli ára vegna aukins umfangsverkefna náði fyrirtækið að minnka beina losun sína 41% á milli ára miðað við stöðugildi og öll losun er kolefnisjöfnuð, þannig að fyrirtækið er í dag kolefnishlutlaust. Hlúð er vel að mannauði fyrirtækisins, starfsánægja mælist mikil, en fyrirtækið hefur sett sér markmið að gera enn betur. Þá eru góð merki að tekist hafi að innleiða ábyrga hugsun gagnvart umhverfinu og samfélaginu í menningu fyrirtækisins. Sem dæmi tókst með samstilltu átaki að minnka notkun pappírs á hvert stöðugildi 20% á milli ára, heildarmagn óflokkaðs úrgangs vegna rekstrar í höfuðstöðvum minnkað 50% og endurvinnsluhlutfall er komið upp í 80%. Fyrirtækið er öflugt í samfélaginu
meðal annars með því að styðja við rannsóknir, miðla þekkingu og efla starfsfólk í nýsköpun og þróun. Og nú styttist í að ég ljóstri upp fyrirtækinu. Starfsemin tengist gerð mannvirkja því hér er verkfræðistofu að ræða. Og þar sem hér verða veitt hvatningarverðlaun, þá þykir okkur í dómnefndinni viðeigandi að hvetja fyrirtæki til að gera enn betur. Til viðbótar við þau metnaðarfullu markmið sem fyrirtæki hefur nú þegar sett sér, þá skorar dómnefndin á fyrirtækið sem og önnur í sama geira að leggja sig fram að sinna áfram keðjuábyrgð eins og því unnt, láta sig þannig áfram varða málefni sem tengjast framkvæmd verkefna þess, þannig að allt ferlið, svo sem starfsemi verktaka, sé með ábyrgum hætti hvað varðar meðal annars umhverfismál og mannauðsmál. Þannig getur fyrirtækið enn frekar hámarkað jákvæð áhrif sín á umhverfið og samfélagið. Hjartanlega til hamingju með árangurinn fram að þessu. Fyrirtækið sem hlýtur viðurkenninguna Framúrskarandi samfélagsábyrgð 2018 er Efla verkfræðistofa. Efla verkfræðistofa hefur sýnt framúrskarandi ábyrga hugsun gagnvart umhverfinu og samfélaginu og hlýtur hvatningarverðlaun Credit Info fyrir samfélagslega ábyrgð framúrskarandi fyrirtækja 2018. Verðlaunin eru veitt í samstarfi við Festu, miðstöð samfélagsábyrgð. Efla verkfræðistofa er alhliða ráðgjafarfyrirtæki í verkfræði, tækni og tengdum greinum. Okkar hlutverk er að koma fram með lausnir sem efla okkar viðskiptavini og styrkja samfélög. Öll okkar starfsemi er vottuð samkvæmt gæða umhverfis og öryggisstöðlum. Gildi Eflu eru 3, hugrekki, samvinna og traust. Þessi gildi endurspegla viðhorf og hugmyndir að baki fyrirtækjamenningu Eflu. Efla hefur alltaf lagt mikla áherslu á samfélagslega ábyrgð og umhverfisstjórnun í eigin rekstri. Árið 2017 lækkuðu kolefnisspor Eflu 5% per stöðugildi og það ár tókst okkur að kolefnisjafna starfsemina. Við höfum skilgreint mælanleg markmið varðandi reksturinn hjá okkur en líka varðandi verkefnin okkar. Það er nefnilega þannig að við höfum langmest áhrif út í samfélagi með verkefnunum sem við vinnum. Þegar upp er staðið er kjarninn í samfélagslegri ábyrgð Eflu að rækja hlutverk okkar til hagsbóta fyrir samfélagið. Í því þurfum við að vera heil í gegn. Til hamingju Efla verkfræðistofa með framúrskarandi árangur. Kæru gestir, það var rætt skemmtiatriði hérna áðan og við á Eflu verkfræðistofu ætlum að vera með kórsöng. Já, þannig. En við erum mjög samheldin og höfum gaman að því að koma mörg saman þar sem við höfum tilefni til. En virðulegi ráðherra, ágætu gestgjafar og kæru gestir, það er með miklu stolti sem ég fyrir hönd starfsfólks Eflu verkfræðistofu veiti viðtöku þessari viðurkenningu samfélagslega ábyrgð. Við höfum lagt metnað okkar í að vera á þessum vettvangi Credit Info árlega, þar að segja í hópi framúrskarandi fyrirtækja í íslensku atvinnulífi. En að vera valinn úr þessum hópi sem framúrskarandi samfélagslega ábyrgð er heiður sem við nálgumst af auðmýkt. Við á Eflu höfum átt annaðsamt haust, meðal annars við flutning höfuðstöðvarfélagsins og viðurkenningin uppörvandi hvatning í miðjum klíðum. Eins og kom hér fram áðan,
að þá er veigamikil þáttur í skilgreindu hlutverki Eflu einmitt að efla samfélög. Því má segja að viðurkenning samfélagslega ábyrgð hitti okkur beint í hjartastað og gefa okkur leið vísbendingum að við séum á réttri leið. Já, Efla er að braggast. Kröfurnar verða sífellt ríkari á öllum sviðum okkar samfélags. Það er fyrst og fremst að hinu góða og fylgifiskur framfara. Í atvinnulífinu verður samfélagslega ábyrgð því sífellt samofnari starfsemi fyrirtækja og eðlilegu hluti af heilsteyptum rekstri. Samfélagsábyrgð er ekki sjálfstæður þáttur starfseminnar eða á fárra höndum. Það er fyrirtækisins í heild og allra sem þar starfa að standa undir þeirri ábyrgð. Hún þarf að hefjast með skýrt skilgreindu hlutverki fyrirtækisins og framlagi til samfélagsins, framtíðarsýn, markmiðum sem styðja þá sýn og síðan ekki síst gildum fyrirtækisins fyrir hvað það ætlar að standa. Fyrirtæki geta einungis vaxið og dafnað í sátt við sitt umhverfi. Þannig lítum við hjá Eflu verkfræðistofu málið. Hvort sem er að ræða traustan rekstur, félagslega umgjörð, sjálfbært umhverfi eða siðferðileg álitamál. Allir þessi þættir þurfa að falla eðlilega að starfsemi félagsins. Efla er þekkingarfyrirtæki sem veitir sérfræðiráðgjöf með 400 starfsmenn á Íslandi og erlendis. Í fyrirtækinu býr gífurleg þekking og reynsla á öllu milli himins og jarðar í okkar atvinnulífi og samfélagsgerð. Okkar verkefni er að koma þessari þekkingu í ákveðan farveg og stuðla nýjungum og framförum til aukinnar verðmætasköpunar og hagsbóta fyrir samfélagið. Verkefni Eflu á hverjum tíma er 1400 talsins. Við getum því víðalagt af mörkum og þar hvílir ekki síst okkar samfélagslega ábyrgð. Og við erum í því samhengi afar þakklát því trausti sem viðskiptavinir sýna okkur í þeim verkum sem okkur eru falin. Að rækja okkar hlutverk getur stundum verið vandasamt í krefjandi verkefnum í samfélaginu. Við erum oft þáttakendur í umdeildum verkum en veigurum okkur ekki við því ef framlag okkar getur orðið gagns. Við erum fagfólk og komum ávallt þannig að málum. Í hringiðu, já og stundum ölduróti samfélagsins í dag kemur sér vel góð undirstaða samfélagslegar ábyrgðar í starfseminni. Í umhverfismálum einsetjum við okkur til dæmis að koma fram með lausnir sem byggðar eru á faglegri þekkingu og stuðla geta eðlilegu jafnvægi og sætt sjónarmið. Efla er virkur þáttakandi í hinum ýmsu faglegu hópum og félögum sem lúta með einum eða öðrum hætti að samfélagslegri ábyrgð. Við erum jafnframt aðila Global Compact sáttmála Sameinuðu þjóðanna samfélagslega ábyrgð, mátum okkur við 17 heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun og staðfestum loftslagsmarkmið Parísarsamkomulagsins ásamt 100 öðrum íslenskum fyrirtækjum. Við höldum grænt bókhald, gefum út árlega samfélagsskýrslu þar sem markmiðum okkar og árangri í starfseminni er lýst og við starfrækjum samfélagssjóð til styrkta góðum málefnum. Öll þessi umgjörð er mikilvæg og gerir okkur betur kleift að ná yfirsýn og forgangsröðun. En lykillinn að árangri er skýr sýn fyrirtækisins og heilsteypt menning. Kæru gestir, við hjá Eflu verkfræðistofu erum sannarlega ekki fullkomin og tökumst á við krefjandi áskoranir daglega eins og ég veit að við hér inni gerum öll. En það er hvetjandi og gott að fá viðurkenningu sem skiptir máli. Starfsfólk Eflu verkfræðistofu þakka fyrir sig. Takk fyrir. Komið þið sæl. Kemur ljós hvort ég tók hérna rétt umslag með mér.
Góði gestir, það mér sannur heiður að fá að veita verðlaun fyrir framúrskarandi fyrirtæki á sviði nýsköpunar. Ég stend hérna fyrir hönd dómnefndar sem auk mín sátu í Ragnheiður Magnúsdóttir, forstöðumaður hjá Veitum, og Salome Guðmundsdóttir sem framkvæmdastjóri Icelandic Startups, en Salome var líka formaður dómnefndarinnar. Við val á fyrirtæki fyrir þessi verðlaun horfðum við til ýmissa þátta, svo sem nýnæmi, fjölda einkaleyfa, styrkveitinga, vaxtar, útflutningstalna og þess hvernig nýsköpun almennt háttað í daglegum rekstri fyrirtækisins. Fyrirtækið sem hlýtur verðlaunin að þessu sinni stendur svo sannarlega undir sínu þegar kemur að þessum þáttum. Fyrirtækið sem umræðir var stofnað árið 2006. Velta félagsins tífaldaðist frá árunum 2010 til 2015. Vöxtur milli 2016 og 2017 var 43%. Á yfirstandandi rekstrarári velta félagsins 2 milljarðar króna. Nær allar tekjur fyrirtækisins, eða meira en 99%, eru gjaldeyristekjur sem koma af vörusölu á erlendum mörkuðum. Stærsti útgjaldaliður félagsins fjárfesting í áframhaldandi rannsóknum og þróun og félagið ver rúmum fjórðungi af heildartekjum sínum í rannsóknar og þróunarstarf. Það meira en hálfur milljarður íslenska króna á þessu ári. Til fjármögnunar á rannsóknar og þróunarstarfi sínu hefur fyrirtæki aflað mjög veglegra styrkja bæði innanlands og erlendis, svo eftir hefur verið tekið. Útgefin einkaleyfi fyrirtækisins orðin 5 og fyrirtækið með rúman tug umsókna í skráningaferli fyrir einkaleyfi. Alls starfa hjá fyrirtækinu 50 manns, þar á meðal stór hópur hámenntaðs fólks sem sumt hefur snúið tilbaka til Íslands úr námi gagngert til þess að starfa hjá þessu fyrirtæki. Fyrirtæki starfar á sviði sem snertir okkur öll og yfir 1 milljón manna hefur notið góðs af greiningum sem byggja á lausnum þess. Það mat dómnefndar að fyrirtækið sé einstakt dæmi öflugt nýsköpunarstarf sem byggir fyrst og fremst á hugviti og þekkingu og það því heiður að veita þeim þessi mikilvægu verðlaun. Það fyrirtæki sem hlýtur viðurkenningu að þessu sinni þróar og selur byltingarkenndar lausnir á sviði svefnrannsókna. Fyrirtækið sem umræðir Nox Medical. Til hamingju. Nox Medical þróar byltingarkenndar lausnir á sviði svefnrannsókna og hlýtur hvatningaverðlaun Creditinfo fyrir nýsköpun framúrskarandi fyrirtækja 2018. Verðlaunin veitt í samstarfi við Icelandic Startups. Nox Medical 12 ára gamalt fyrirtæki. Við framleiðum lækningabúnað sem notaður til að greina svefn og svefntruflanir. Fyrirtækið sprottið úr því sem margir muna eftir sem gömlu flögu, en 2006 þá flutti Flaga starfsemi sína á landi en hugvitið, þekkingin og mannauðurinn varð hér eftir og úr því spratt Nox Medical. Við hjá Nox erum í dag í samstarfi, mjög nánu samstarfi við margar af stærstu og virtustu háskólastofnunum veraldar. Það sem að menn á sviði læknavísinda að vinna með okkur í því að þróa nýjar lausnir og nýjar aðferðir til þess að mæla svefngæði og greina svefnvandamál. Í dag sjáum við nýlegar bandarískar rannsóknir sem sýna að kostnaður samfélagsins þar vegna lélegrar svefnheilsu eru rúmlega 400 milljarðar dollara. Ef við veltum þeim tölum upp á íslenskan veruleika, þá lætur nærri að kostnaður íslenska samfélagsins geti verið alltaf 50 milljarðar króna á ári. Og það ekki fjarri því að vera sama fjárhæð og kostar að byggja nýjan Landspítala. Til hamingju Nox Medical með framúrskarandi árangur. Bestu þakkir. Við erum snortin og sannarlega hamingjusöm yfir því að vera í hópi framúrskarandi fyrirtækja. Þó svo við hjá Nox séum, þrátt fyrir ungan aldur og það að við séum í nýsköpun, þá erum við gamaldags í eðli okkar og keyrum eftir þeim gömlu góðu gildum að tekjur félagsins þurfa að vera meiri heldur en gjöldin. Þá myndast hagnaður og þá getum við vaxið. Og það þannig sem við höfum byggt upp þetta fyrirtæki og þannig sem við komumst í hóp
framúrskarandi fyrirtækja, en við erum ennþá stoltari af því að vera valið nýsköpunarfyrirtæki ársins af Creditinfo. Allt þetta þrotlaus vinna og mikið puð og stundum brekka, en fyrst og fremst því að þakka að fyrirtækið hefur náð að laða til sín ótrúlega hæfileikaríka sveit, 50 einstaklinga, sem leggja nótt við dag, passa þó alltaf upp á svefnin, að skapa lausnir og aðferðir við að greina svefn og svefntruflanir. Og stundum segja menn, er það ekki bara eitthvað svona gamlir feitir kallar sem hrjóta eitthvað staðar og öllum drullu sama um? Nei, það er alls ekki svo. Svefnin snertir okkur öll og góð svefnheilsa er lykillinn að því sem ráðherra nefndi hér áðan, hamingju og góðri heilsu. Því að ef við gleymum svefninum, að þá erum við í bölvaðri klessu. Og það er engin lygi, og þó svo við nefnum þessa tölu, og ég tók það fram í þessu stutta viðtali, 411 milljarðar bandaríkjadala, þetta er svo fáránleg tala að við skiljum hann ekki, og velta henni upp á íslenskan veruleika sem 50 milljörðum. En það er jú einfaldlega þannig að ef við ekki erum að sofa rétt og pössum upp á svefnin okkar, að þá náum við ekki að halda dampi í deginum. Og framleiðnin, og talandi um Hagstofuna, ég held að lykillinn að aukinni framleiðni sé einfaldlega betri svefn, lykillinn að aukinni hamingju og heilsu er jú svefn, og lykillinn að aukinni hagsæld, sem ráðherra nefndi, liggur jú í nýsköpun. Og þar tengir saman nýsköpun og svefn. Við hjá NOX erum ákaflega stolt af þessum verðlaunum, en það get ég ekki gert, og ég er enn hrifnar af því að fá að taka við þessum verðlaunum úr þinni hendi, Þórdís, nýsköpunarráðherra. Og án þess að vera pólitískur, að þá verður það, og verðum við að halda því til haga, að það er örstutt síðan, það er ekki nema 5 eða 6 ár síðan, að ríkisstjórnin þáverandi ákvað að fella úr gildi endurgreiðslu vegna rannsóknar og þróunar. Því stórslýsi náðist að afstýra, og núverandi ríkisstjórn, það hefur verið bætt betur, og eins og Þórdís bendi á, þá hefur verið að auka endurgreiðslu vegna rannsóknar og þróunar eða þakið upp í 600 milljónir, og það er þetta sem skiptir máli. Þetta skiptir NOX óhemju miklu máli, og ekki bara fyrir þann hagnað sem við náum að mynda í rekstri okkar fyrirtækis og vegna þeirra starfa sem við byggjum þannig upp, heldur svo endurfjárfesting sem við leggjum inn í félagið á hverju einasta ári í formi rannsókna og þróunar og endurgreiðslu þessar styrkja skiptir algjörlega sköpum það hvar við stöndum í dag. Og það er með það að leiðarljósi hamingjuna, heilsuna, hagsældina og hagvöxt sem við höldum áfram ótrauð inn í framtíðina, og við hugsum svefninn þannig að hann er ekki lok á liðnum degi, heldur upphafið að nýju. Og þannig höldum við áfram, passið upp á svefnin ykkar, bestu þakkir, við hjá NOX erum ákaflega snortin og glöð yfir þessari viðurkenningu og látum hana verða hvatningu til áframhaldandi starfa á þessari braut. Takk fyrir okkur. Jæja, til hamingju, NOX, Medical og Efla, þau eru vel að þessum verðlaunum komin. En þá ætlaði ég nú bara að slá botninn í formlega dagskrá. Óformlega dagskráin er að hefjast hérna frammi og ég vona að þið, svo sannarlega að þið staldrið sem flest við og njótið hennar með okkur. Enn og aftur til hamingju með að vera framúrskarandi fyrirtæki 2018 og við sjáumst að ári.